Einn látinn eftir eldsvoða í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun. Einn til viðbótar alvarlega slasaður. 3 voru í íbúðinni. Ekki liggur fyrir hvort eldurinn hafi kviknað með saknæmum hætti. Börn hér á landi gætu lent í klóm skipulagðra glæpahópa líkt og víða annars staðar í Evrópu. Þetta segir fulltrúi Íslands hjá Europol mikið áhyggjuefni. Hóparnir leiti börn uppi á samfélagsmiðlum og í tölvuleikjum. Þjóðarleiðtogar víða heim hafa fordæmt morð 2 starfsmanna sendiráðs Ísraels í Washington í gærkvöld. Brauð bakað á Gaza í fyrsta sinn í mánuð en dreifing hjálpargagna þó ekki hafin enn. Við fögnum því að réttaróvissu hafi verið eytt og búvörulögin séu í gildi, segja fulltrúar 2 hagsmunasamtaka bænda. Næstu skref verði að hafa afkomu bænda og neytenda að leiðarljósi. 2000 ný leikskólapláss bætast við á næstu 5 árum gangi aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar eftir. Helsta áskorunin verður að manna leikskólana. Komiði sæl. Einn lést og annar alvarlega slasaður eftir eldsvoða í fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga í Reykjavík í morgun. Lögregla rannsakar brunann. Ekki liggur fyrir hvort eldurinn hafi kviknað með saknæmum hætti. Einn látinn eftir eldsvoða í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík í morgun. 3 voru í íbúðinni þegar kviknaði í. 2 voru fluttir á slysadeild Landspítala, annar þeirra alvarlega slasaður. Mikill viðbúnaður var á vettvangi, 4 dælubílar og 5 sjúkrabílar auk lögreglu. Töluverður eldur var í íbúðinni þegar slökkvilið kom á vettvang. Við fengum tilkynningu eld hérna í Hjarðarhaganum og á tilkynningunum var strax ljóst að þetta mjög alvarlegt tilfelli að ræða. Og þegar fyrsti bíl kemur á staðinn frá okkur og þá fara Reykjavík strax inn að slökkva og bjarga og leita. Hann segir að slökkvilismenn hafi staðið sig mjög vel í afar krefjandi aðstæðum. Verður að taka það fram. Voru þetta erfiðar aðstæður? Já, mjög. Mikill eldur, mikill hiti, mjög erfitt. Nágrannar sögðust hafa heyrt sprengingu. Óvíst hvort eldsvoðinn orsakaði sprenginguna eða öfugt. Við höfum heyrt þetta að sjónarvottar hafa talað sprengingu og sprenging getur komið á ýmsum orsökum. Reyksprenging, þrýstisprengingar vegna mikils hitamunur á milli rýma sem síðan rofnar og veldur sprengingu, þannig að það mjög margt sem getur valdið því svona eldi. Að sögn sjónarvottar komst einn út með því að brjóta rúðu. Samkvæmt heimildum fréttastofu urðu íbúar hússins hvorki varir við sprengingu né eldinn fyrr en sá bankaði á dyrnar hjá þeim. Tæknideild lögreglu mætti strax á vettvang. Rannsókn á frumstigi. Ekki liggur ljóst fyrir hvort eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. 2 starfsmenn ísraelska sendiráðsins í Washington voru skotnir til bana í gærkvöld. Utanríkisráðherra Ísraels segir verknaðinn samræmast hvatningu til gyðingahaturs sem komi meðal annars frá leiðtogum í Evrópu. Starfsmennirnir 2, Sara Lynn Milgrim og Jaron Liczynski, voru par sem ætlaði brottganga í hjónaband. Hún var bandarísk en hann ísraelskur. Þau voru á leið úr athöfn í gyðingasafninu í Washington þegar þau voru skotin til bana. He ran inside and yelled something. I couldn't make it out what he said. He just ran up. It was terrible. Það sem árásarmaðurinn kallaði var frelsið Palestínu. Öryggisvörðurinn hleypti árásamanninum inn í safnið í þeirri trú að hann væri fórnarlamb árásarinnar. Það var leiðrétt snarlega og maðurinn handtekinn. Hann heitir Elias Rodríguez, 30 og frá Chicago. Þjóðarleiðtogar víða heim hafa fordæmt morðið og kendi Donald Trump Bandaríkjaforseti meðal annars gyðingahatri Utanríkisráðherra Ísraels segir suma þjóðarleiðtoga eiga sinn þátt í að þetta gerðist. There is a direct line connecting anti-Semitic and anti-Israeli incitement to this murder. This incitement is also done by leaders and officials of many countries and international organizations, especially from Europe. Þessu hafa frakkar vísað til föðurhúsana. Fleiri vitni voru miður sín yfir morðunum. How can we actually help both the people in Gaza and the people in Israel? How can we bring together Muslims and Jews and Christians to work together to actually help the innocent people? And then here he is just murdering 2 people in cold blood.
Hallgrímur, hvernig gengur núna að koma hjálpargögnum til Gaza? Já, síðast þegar fréttist þá höfðu 100 vörubílar með hjálpargögn farið inn á Gaza en engin gögn höfðu komist til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Það stendur aðalega á Ísraelsmönnum að tryggja dreifingu. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði núna síðdegis að það yrði á næstu dögum komin örugg svæði til þess að dreifa þessum hjálpargögnum. En það hins vegar hveiti farið að berast í bakari á Gaza og á þessum myndum sem eru í loftinu núna þá sjáum við brauðbakstur sem hefur ekki átt sér stað á Gaza í heilan mánuð og það byrjað að baka á nokkrum stöðum, nokkur bakari eru farin að opna og svona fyrir almenni viðskipti en þetta hluti af þessu mun verða dreift þá frítt til þeirra sem má þurfa að halda. Þessu hefur verið fagnað en hóflega þó. Symbolically, the smell of a fresh bread is the smell of hope. So we hope that, borders, we appeal for the borders to remain open, the crossings to remain open, and then we are able to bring more humanitarian aid to assist everyone here. But it's moving far too slowly. And it's only a drop in the bucket, a teeny tiny drop in the bucket. We urgently need faster clearances and unrestricted access to get the food into the hands of the people on the brink of starvation. En Hallgrímur, enn ekkert lát á árásum Ísraelsmanna? Nei, í raun og veru ekki. Herinn sendi tilkynningu í morgun þar sem að farið fram á rýmingu 14 hverfa í norðurhluta Gaza. Það var líka verið árásirnar, þær hafa verið dálítið víða norðurhlutanum og miðhlutanum borgum eins og Khan Yunis og Gazaborg. Þannig að það í raun og veru engin merki að Ísraelsmenn séu að slaka á sínum hernaðaraðgerðum. Benjamin Netanyahu ítrekkaði það samt í dag sem hann var búinn að reyndar í gær að hann væri tilbúinn í vopnahlé ef að í því fælist frelsun þeirra gísla sem Hamas enn með á Gaza. En í reyndar þessari sömu yfirlýsingu þá bætti hann betur og gagnrýndi forsætisráðherra Bretlands, Frakklands og Kanada harðlega sem sendu frá sér svona harðorða yfirlýsingu gagnvart Ísrael í fyrrakvöld. Og þann sakaði þá að með henni væru þeir í raun og veru að hvetja Hamas til að halda völdum áfram og berjast þangað til yfir lyki og afleiðingarnar því yrðu að þeir myndu endurtaka árásina sem þeir gerðu á Ísrael fyrir 1,5 ári og koma öllum þessum átökum af stað. En Hallgrímur, nú sagði yfirmaður mannúðarmála hjá Sameinuðu þjóðunum á þriðjudaginn að 14.000 börn myndu deyja ef þau fengju ekki neyðaraðstoð innan 2 sólarhringa, sagði hann síðastliðinn þriðjudag, það að segja í fyrradag. Er þetta ganga eftir ef hann getur spurt sem svo? Já, það allavega hægt að segja að það ekki svona mörg börn dáin úr hungri núna. Rauði hálfmáninn í Palestínu sagði í dag að 29 hefðu látist úr hungri síðasta sólarhring og það í þeirri tölu eru bæði börn og eldri borgarar. Hann sagði hins vegar að þessi tala sem var nefnd, 14.000, yrði líklega nærri lagi þegar upp verður staðið en svo bara eftir að koma í ljós hvort að svo verði. Og þú stendur vaktina, Hallgrímur Indriðason, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Við snúum okkur að öðru. Skipulagðir brotahópar leita í síauknum mæli upp börn í viðkvæmri stöðum og á netinu og nota þau til þess að fremja alvarlega glæpi. Tengslafulltrúi Íslands hjá Europol hefur áhyggjur af þessari þróun og segir nauðsynlegt að fylgjast með netnotkun barna. Við höfum séð það að flest sem að gerist á Norðurlöndunum það endar á því að teygja sig hingað og við höfum til að vera áhyggjur af því. Í skýrslu sem Europol gaf út nýverið fjallað sérstaklega hvernig glæpahópar nota börn í auknum mæli til að fremja glæpi. Skýrslan gefin út á 4 ára fresti og notuð til að ákvarða áherslur í baráttunni við skipulagða brotastarfsemi. Það verið að fá krakka til að flytja efni, jafnvel til að taka þátt í framleiðslu. Það verið að flytja fjármuni, skipta fjármunum. En við erum líka að sjá bara upp í alvarleg ofbeldisbrot, íkveikjur, sprengjuárásir, sem hefur verið að nota handsprengjur og önnur sprengiefni og hreinlega morð fyrir brotahópana. Hér á landi hefur lítið borið á þessu en nýverið voru 2 táningsstúlkur handteknar fyrir að hafa reynt að flytja en mikið magn af stórhættulegum efnum. Og eitt af þeim atriðum sem einnig dreif fram sem að við höfum töluverðar áhyggjur af
aukin notkun brotahópa á ungmennum í viðkvæmri stöðu og þar erum við að tala allt niður í bara mjög unga krakka og þetta taktík sem að brotamenn nota til þess að fjarlægja sig þeim brotum sem þeir eru að stunda. Í skýrslunni greint frá að 2 höfuðpaurar alræmds ofbeldishóps Barnaníðs Hrings hafi verið handteknir í byrjun árs. Hópurinn hafi hótað og kúað ungmenni til þess að misnota börn og framleiða barnaníðsefni. Í óhugnanlegum lýsingum á vinnubrögðum hópsins segir að börnin hafi til dæmis verið látin skaða sjálf sig og jafnvel fremja sjálfsvíg og taka þau upp á myndband. Hópurinn misnotaði að minnstakosti 16 börn víða heim. Stefán segir að hóparnir leiti uppi börn í viðkvæmri stöðu. Það er verið að nota samfélagsmiðla, það er verið að nota spjallhópa og jafnvel líka inn í tölvuleikjum. Þannig að það er mjög mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir netnotkun barna sinna. Karlmaður fertugt sem grunaður hnífstungu í Úlfarsárdal í gær var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hann er grunaður að hafa stungið mann á 50-aldri í kviðinn með hnífi svo af hlutust alvarlegir áverkar. Líðan hans er eftir atvikum að því segir í tilkynningu frá lögreglunni. Þetta myndskeið sýnir átök nokkurra manna í gær. Íbúi í hverfinu sem ekki vildi láta nafn síns getið sagði í hádegisfréttum að fólk þar óttaðist öryggi sitt vegna manna sem lögregla hefði haft ítrekuð afskipti af. Þúsundir Ástrala hafa yfirgefið heimili sín í flóðum sem lagt hafa heilu byggðarlögin í rúst. Rigningarmet hafa fallið síðustu sólarhringa og veðrið á ekki að batna næstu daga. Svona er ástandið á suðausturströnd Ástralíu þar sem í nokkra daga hefur rignt meira en elstu menn muna. Í morgun jókst veðurofsinn með flóðum sem sett hafa líf tuga þúsunda úr skorðum. Fjöldi hefur flúið heimili sín og lögregla hefur bjargað fólki af húsþökum sem tókst ekki að forða sér í tæka tíð. Gæludýrum er komið í skjól en sumar skepnur hafa þó ekki verið svo heppnar. There's been a number of rescues, as I said, a lot of people with a number of pets. We've had cats, dogs, budgies, and a number of animals rescued as well. Flóðin eru mest í bæjum skammt norður af Sydney. Hunter á í bænum Newcastle og Manning á ögn norðar hafa flætt yfir bakka sína, jafnvel enn meira en árið 1929 sem er gamla metið. Gert er ráð fyrir að ástandið versni enn áður en það lagast. Áfram er spáð rigningu og því er ekki útlit fyrir að fólk komist til síns heima á næstunni. Þegar þar að kemur er svo viðbúið að lífið verði ekki samt nokkra hríð. Shops have been flooded out, and they've only just got over the last flood, and it's major damage this time. It's a lot worse, so it's really bad. Nokkrir eru látnir eftir að einkaflugvél hrapaði í San Diego í Kaliforníu í morgun. Vélin hrapaði í íbúðahverfi og skemmdi minnst 10 hús og fjölda bíla. Eldur kveiknaði í mörgum þeirra og þykir mikil mildi að engan hafi sakað á jörðu niðri. Ekki hefur verið gefið upp hversu margir sem voru í vélinni fórust þar sem ekki liggur fyrir hversu margir voru í henni. Hún tekur allt að 8 manns. Vélin var á leið frá Kansas til San Diego. Nótt var þegar slysið varð og mikil þoka. Ekki er vitað orsök en til skoðunar hvort vélin hafi flogið á raflínu. Bændasamtökin og samtök fyrirtækja í landbúnaði fagna niðurstöðu Hæstaréttar í gær að búvörulögin sem Alþingi samþykkti í fyrra séu í gildi. Stjórnvöld verði að sýna á spilin hvaða breytingar þurfa að gera með hag bænda og neytanda að leiðarljósi. Hæstiréttur úrskurðaði í gær að búvörulögin sem Alþingi samþykkti í fyrra skuli standa. Rétturinn sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem sagði að leggja hefði átt fram nýtt frumvarp því samþykkta frumvarpið hefði verið gjörbreytt frá upphaflegu frumvarpi ráðherra. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að það sé ekki dómstóla að endurskoða pólitískt mat kjörinna fulltrúa, heldur eigi Alþingi að hafa víðtækt svigrúm. Hagsmunasamtök fagna niðurstöðunni. Að það sé þó hægt vonandi að bæta afkomu bænda og þar með neytanda á þess að lendi á neytandanum að hagræði eigi sér stað. Við fögnum því fyrst og fremst að það er verið að eyða hér ákveðinu óvissu sem hefur verið uppi. Nýtt búvörulaga frumvarp atvinnuvegaráðherra til umfjöllunar í atvinnuveganefnd og að ráðherra ætlar að halda því til streitu. Þar er lagt til að fella úr gildi lögin sem Hæstiréttur hefur nú úrskurðað að standi. Þau ganga út á að undanskilja kjötafurðastöðvar samkeppnislögum. Við sjáum fyrir okkur að það er náttúrulega best að bíða þangað til eitthvað annað er komið fast í hendi. Ráðherra er búin að segja að það muni vera gert nýtt frumvarp
það sem á að taka á þessum hagræðingum. Ég myndi telja að það væri réttast að stjórnvöld og hagaðilar ræði saman. Stjórnvöld sýni á spilin hvaða breytingar það eru sem þeir telja að þurfi að verða á frumvarpinu og þannig vinnum við málið áfram. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins sagði í útvarpinu í morgun að samningsstaða bænda hefði veikst með búvörulögunum sem voru samþykkt í fyrra og þeir sem hefðu fagnað breytingum hefðu logið að almenningi og bændum. Margrét Ágústa segir ummælin dæma sig sjálf. Þannig enn á ný verið að etja saman bændum og neytendum og það bara orðið þreytt og við erum öll í sama liði og við erum úr sömu sveit. Reykjavíkurborg kynnti í dag aðgerðaáætlun sem ætlað að fjölga leikskólaplássum í borginni nærri 2000 á næstu 5 árum. Flest plássin verða til í Háaleitis- og bústaðahverfi og í Vesturbænum. Nærri helmingur plássa verður í 9 leikskólum. Helsta áskorunin felst í að manna leikskólana. Tillögurnar voru samþykktar í borgarráði í dag. Samkvæmt þeim verða til alltaf 900 leikskólapláss vegna nýrra leikskóla. Á annað 100 pláss bætast við þar sem færalegum húsum verður komið fyrir við hlið starfandi leikskóla. Á 300 pláss endurheimtast þar sem framkvæmdum að ljúka og 730 pláss hafa þegar verið kynnt undir áætluninni Brúum bilið. Markmið borgarinnar að öll börn 12 mánaða og eldri fái leikskólapláss. Samstaða í borgarráði markmið áætlunarinnar. En í bókunum minnihluta eru viðrar áhyggjur af fjármögnun og mönnun. Hún fjármögnuð að miklu leyti þau verkefni sem þegar hefur verið ákveðin, en þessi 9 sem við erum að leggja til hér, þau fara núna í kostnaðarmat og fara síðan inn í ferli við að vinna næstu fjárfestingaáætlun til 5 ára. En okkur vantar sannarlega fleiri leikskólakennara inn á markaðinn en nýjir kjarasamningar eru mjög mikilvæg viðbót til þess að bæta þá stöðu. Oddviti Framsóknar fagnar áætluninni og segir hana kunnulega, enda hafi megnið af vinnunni við hana farið fram í fyrra þegar hann var borgarstjóri. Það sem kannski slæmt að sjá ekki tillögu vinnustaðarleikskóla. Því þar vilji hjá fyrirtækjunum í borginni að hjálpa borginni að brúa bilið. Við sjáum ekki tillögu það að styrkja foreldra með heimgreiðslum eins og mikið ákallir eftir, enda eru biðlistar allt og langir. Þannig og svo það stóra spurningin, hvernig tekst okkur að manna? Sólarorkuverum fjölgar á Íslandi og nýverið var stærsta sólarorkuveri landsins sett upp í Eyjafjarðarsveit. Íslenskt fyrirtæki heldur utan verkefni til að meta og sýna fram á hagkvæmni sólarorku. Hjá móður jörð í Vallanesi á Héraði verið að setja sólarsellur á þakið á kyndistöðinni. Þar verður brátt 2-föld virkjun, skógarorku og sólarorku. Fyrirtækið Alor vinnur verkefni með bændum víðsvegar landið og setur upp sólarorkuver tengd rafhlöðu böngum. Við erum með bú sem öll eru í mismunandi búrekstri og við erum að safna rauntölum og framleiðslutölum frá þessum búum og leggja mat á í raun hvar hagkvæmast og best að nýta slíkar lausnir og hvernig þetta fer saman við rekstur búana. Sólarorkuver eru hagkvæmust í dreifbíli þar sem flutningur raforku dýr og á köldum svæðum þar sem kynda þarf með rafmagni. Á dögunum var sett upp sólarorkukerfi á hlöðuþakið á kúabúinu Garði í Eyjafjarðarsveit. Og það stærsta sólarorkukerfi landsins sem eru tæp 28 kW uppsett afl. Og reynslan góð, þetta fer mjög vel á stað og þetta ekki bundið við þessi sól. Við sáum til dæmis í Eyjafjarðarsveit að þá var rigning og haglél þarna í daginn en það var samt framleiðsla upp á tæpar 100 kWh. Hún segir að sólarorkukerfi borgi sig upp á 3 til 7 árum allt eftir aðstæðum en sellurnar endast í 25 til 30 ár. Hægt að geyma orkuna í rafhlöðum og kútum með heitu vatni og í Vallanesi verður sólarorkan notuð til móts við kurlbrennara til að hita bæði vistarverur og gróðurhús. Þegar mér vantar meira, eins og þegar gróðurhúsin þurfa að fá meiri hita á vorin og haustin, þá svo auðvelt að skjóta inn miklum hita með viðarorkunni. Þannig að við ætlum að láta þessi 2 kerfi vinna saman. Það sem mig langar að gerist að það verði hugarfarsbreyting hjá Íslendingum að sólarorka, hún ekki að fara að leysa orkuskort Íslands en hún sannarlega að fara að hjálpa til og lækka kostnað og koma inn í þetta orkumix sem við þurfum að hafa.
Og þá komið að ég að segja ykkur hvað í Kastljósi kvöldsins vegna þess að þar verður rædd gagnrýni í ljósi hita umræðuna vegna dóms Jónasar Sen kór uppfærslu Carmina Burana. Það verður líka fjallað útskriftarsýningar Listaháskóla Íslands og sundleikritið Konukroppa. En þá það sem allir að tala veðrið. Eftir einmunablíðu síðustu daga staða veðrakerfanna í kringum landið að breytast og lægð nálgast landið úr suðvestri. Strekkings suðaustanátt með rigningu í flestum landshlutum, jafnvel talsverðri rigningu suðaustan til á landinu, en á morgun dregur smám saman úr vindi og úrkomu á vestanverðu landinu. Hiti, hann verður á bilinu 7 til 16 stig og það verður hlýjast á Norðurlandi. En það verður nánar fjallað veðrið þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur hvað verður að vera í íþróttafréttum kvöldsins. Í dag var dregið í riðla heimsmeistaramóts kvenna í handbolta sem í Þýskalandi og Hollandi síðar á árinu. Ísland í riðli með heimakonum í Þýskalandi, Serbíu og Úrúgvæ og fara 3 lið áfram í milliriðil. Hlynur Bæringsson lék sinn síðasta körfuboltaleik á ferlinum í gærkvöldi og lauk farsælum ferli á Íslandsmeistaratitli. Draumi líkast, segir hann. Restina lét maður hafa síð þetta einu ári viðbót. Og við tökum húsa efnilegasta bokkfimufólki landsins og þó víðar væri leitað. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Einn látinn eftir eldsvoða í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun. Einn til viðbótar alvarlega slasaður. 3 voru í íbúðinni. Ekki liggur fyrir hvort eldurinn hafi kviknað með saknæmum hætti. Börn hér á landi getur lent í klóm skipulagðra glæpahópa líkt og víða annars staðar í Evrópu. Þetta segir fulltrúi Íslands hjá Europol mikið áhyggjuefni. Hóparnir leiti börn uppi á samfélagsmiðlum og í tölvuleikjum. Þjóðarleiðtogar víða heim hafa fordæmt morð 2 starfsmanna sendiráðs Ísraels í Washington í gærkvöld. Brauð bakað á Gaza í fyrsta sinn í mánuð en dreifing hjálpargagna en þó ekki hafin enn. Við fögnum því að réttaróvissu hafi verið eytt og búvörulögin séu í gildi, segja fulltrúar 2 hagsmunasamtaka bænda. Næstu skref verði að hafa afkomu bænda og neytenda að leiðarljósi. 2000 ný leikskólapláss bætast við á næstu 5 árum gangi aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar eftir. Helsta áskorunin verður að manna leikskólana. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar inn á netfangi fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Poppstjörnur á skjánum, Pink Floyd. Heimildaþættir sem fjalla tónlistarmyndbönd